Magnús Kjartan á Suðurland FM. Það er ég komin í hús til mín Eygló frá Lifandi húsi. Komdu sæl og blessuð og velkomin. Sæl. Hvað segirðu gott í dag? Bara mjög gott. Er það ekki? Jú. Já. Þarna talaði eins nær hátalaranum. Heyrðu spyttur mig núna. Er það ekki? Þetta svona, herðu, Lifandi hús. Já, Lifandi hús er bæði heilsurækt og svo er ég með heilsustofu. Já. Og heilsustofan, ég kom með hana núna á Austveg 38, ekki að vera við 37 eins og heilsuræktin er. Ok. Af því að það var bara svo mikið að gera og það var mikið læti á milli, ég vildi fá meiri næði. Já. Þannig að nú er ég á 3. hæð, sjálfstæðishúsinu. Og bara líkar vel. Líkar mjög vel og þar er ég með næringatherapíu. Já. Og næringatherapíu er í rauninni, ég lærði það, byrja að læra 2005, útskrifast 2008 og búin að vera að vinna við það síðan, ásamt því að vera með þessi lífstílsnámskeið, lúksus fyrir konur og þjálfun og næring fyrir konur. Og þar fer ég yfir bæði þjálfun og næringu og mér er skemmtilegt með næringatherapíuna. Hún er svo tekin og svona persónu með ég fæ segjum bara ef þú kemur til mín. Já. Að þá myndi ég spurja þig spjörunum úr, taka svona heilsufarsskýrslu. Ok. Og margar spurningarnar mjög svona, hvernig hægðir og ýmislegt. Jú. Verið inn á persónulegu nóturnar. Já, og eins bara áföll ef eitthvað hefur komið upp á í lífiðinu. Ég fer svona vítt og breytt æskuna og ýmislegt. Og út frá þessu svona, tekið svona vissa greiningu á þig, hvað gæti verið svona aðal, og svona, hvað ég segja, hvað ég myndi gera fyrir þig, hvað þú ættir að gera fyrir sjálfa en til að líða betur. Akkurat. Og þetta er svona lykilspurningar og út frá þessu kemur í ljós kannski, að ég met að þú setja jafnvel með kandida eða meldingin öll í ólægi og ég get fundið kannski hvaða nákvæmlega er sem er að og leiðbendir. Já, skilði. En svo eru sumir sem eru kannski erfiðari og mikið orkuleysi í gangi og þið greina ekki alveg, erfitt að greina hvað það er. Þá er ég komið með í henduna núna alveg frábært svona fæðu óþolspróf, food detective. Já. Og Inga Kristjáns var nú í viðtali að hringti hana held ég. Já. Og hún er næringatherapist og lærði sama skóla og ég. Að hún var nú eitthvað búin að tala um þau en þetta er frábær viðbót til að geta greint betur hvað nákvæmlega er. Ég skilði. Þannig að þetta er kannski að ykkur þarf að borða meira af kjötu og ykkur annar að grænmeti þannig að það eru kannski ekki tveir eins hvað þetta varðar eða hvað. Engan veginn og þess stundum svona allar þessar alhæfingar ekki þetta og ekki þetta ég fer varlega í allt svoleiðis en samt gæti alveg verið að ég myndi láta einhvern sem að sýnir mikil einkenni að líkaminn er bara ofboðslega þreyttur að þá myndi ég kannski láta hann taka ýmislegt út til þess að afþreyta líkamann og byggja hann upp en svo ætti hann að geta tekið ég vil aftur inn þá fæðiflokka. Já. Og kannski loftflæðið og hreyfing og annað slíkt, þetta hefur allt áhrif. Þetta hefur allt áhrif og næringatherapíu hluturinn er þessi andlega líðan. Til dæmis hef ég tekið eftir í starfinu að það er svo oft mikið álag, áföll, eitthvað sem hefur komið upp á, það oft skila sér 3 til 5 árum seinna að líkaminn fyrir að gefa eftir og eins mikil streita, langvarandi streita og við upplifum oft ekki alla streituna sem við berum innra með okkur. Nei. Fyrir að við fyrum kannski að losna við hana. Akkurat. Og þetta hefur allt að segja, hvernig við vinnum úr næringarefnum, hvort við segjum bara við erum á full í ræktin og full að breyta og gerum ýmislegt rétt og góða hluti og samt ekkert að frétta, ekkert gerist, þá er eitthvað undirliggjandi sem við þurfum að skoða betur. Já. Og mér er svolítið gaman að kannski að segja frá því að svona persónulega held ég að þetta sé svolítið gott. Ég hef sjálf svona svolítið fengið skellin með þetta. Var svona smá áfall og erfiðleikar hjá mér 2008 til 2010. Já. Og ég er svona svolítið bara enn að vinna úr því. Og þannig er ágætið skóli að finna þetta á eigin skinni og ég leika maður til að geta bara verið enn betri þerapisti. Já. Og þá er svo mikilvægt þá þarf maður að fá stuðning til að draga svo upp úr því að maður getur farið svo lágt niður í orku það er erfitt að taka á að gera það sem þarf að gera hjálpalaust. Já, og þú nýtur þess í rauninni í dag að sem kennari í þessu leiðbeinandi í þessu öllu saman að hafa þá prófa þetta bara sjálf í rauninni. Mér finnst ég hafa vera ríka reynslu í rauninu og mér finnst ég skilja betur mína kúnna eða þá sem koma til mín. Til dæmis eins og
ef þú fær matsæla hjá mörgum líkamsrækta þjálfurum, ég ekki að setja út á það því heilbrigður líkami þolir það alveg, það farið kannski oft svona mikil prótein og skyr og flatkökur og þannig matsæl. Akkurat. En manneskja sem kannski með glútenóþol og mjólkuróþol, það ekkert að gera fyrir þessa manneskju nema stípla hann enn frekar og svo skil hún ekkert fyrir að vilja niðurbrot yfir því að það ekkert að ganga hjá henni en vinkonan bara allt að frétta hjá henni. Já. Og þetta getur verið svo erfitt svona andlega og orðið niðurbrot hjá einstaklingum sem gengur ekkert hjá. Já. En þá hún í rauninni kannski ekki að gera neitt vitlaust, ekki að svindla neitt eins og maður segir, ekki að borða nammi neitt, en það ekkert að gerast, af því líkaminn svo stíplaður og fullur af einhverju sem þú getur bara ekki melt. Já, það er bara einhver fyrirstaða þarna, sálræn í rauninni. Já, svo getur það verið meltingarvandi getur verið með þetta sálræntoga og þá förum við oft inn í svona NLP, undirmeðvitundafræði, sefjunar ástand og förum að finnum kannski svolítið hvað gæti legið þar á baki. Er það eitthvað áfall úr æsku eða hvað er það? Og þetta allt inn í næringaþerapíunni. Já. Það ekki bara verið að hugsa hvað að borða, hvað vítamín. Heldur það allt tekið til. Já, bæði líkamleg og andleg næring sem sagt. Við getum orðað þetta þannig. Já. En þetta óþólspróf, þetta óþólspróf, ég var að lesa hérna á blaði. Já. Þannig sem að nú vorum að tala nú að fara að gefa eitt svoleiðis eftir smástund þannig að bara haldið á símunum ykkar og verðið tilbúin að hvernig virkar þetta? Þetta svona lítið svona stunga í þumalinn eða í fingur og svona kreist úr pínlítið blóð. Já. Og svo þetta sett svona vissan hátt í svona vissan bakka sem finnur mótefni, ef það óþol eða ekki. Já. Og þetta 40 mínútna ferli og meðan ég að bíða eftir allt þetta vinni, þetta ferli að þá spyr ég fólk spjörunum úr líka. Já. Að því ég tek svo alveg heildar áætlun eftir að hafa skoðað allt og þetta hjálpar alveg óendalega, ég man sérstaklega vel eftir ungun dreng í Hveragerði og mann reyndar að svolítið síðan, ég man ekki alveg hvað hann var gamall og hann var hættur að geta eftir íþrótuna sína, var alltaf þreyttur, alltaf vilt bara í maganum og eftir bara viku þegar hann var búin að henda út því sem hann var með óþol fyrir að þá bara leið hann betur og hann hringdi bara og sagði mér líði svo miklu betur, nú get ég fara að æfa á fullu og mér finnst ofta vanta að fólk svona hver þekki kannski ekki að vera opaslega þreyttur og kannski mikla vökvasöfnun og fullt í gangi og maður svona kannski og sefur illa eða sefur allt og mikið og maður svona einhvern veginn bara heldur áfram. En þegar líkaminn að bregða svona við, þá hann að tala við okkur, hann að reyna að segja okkur að gera eitthvað, breyta einhverju. Já. Og við erum oft svo föst í gamla farinu, eða þá svo orkulítil að við hreinlega áttum okkur ekki á að við þurfum að breyta einhverju. Þannig að það svo mikilvægt að ef þú að núti, ef þið líður mjög illa, að þú ert bara með mikla þreytu og meltingavandi hefur kannski bara hægðir, annarkvöð dag eða þriðakvöð dag, að fara og athuga hvað hægt að gera. Þú þarf ekki að líða svona eins bólgur og annað. Já. Asmi, gikt, allar bólgur hægt að vinna með bara með því að breyta mataræðinu. Þannig að þetta heilmikill pakki í rauninni svona óþólspróf. Þetta er ekki bara að lesa á blað í rauninni eða sem sagt. Nei, og svo mikilvægt finnst mér, þegar þú farð úr prófunu, sumir eru heppnir, ég reynda bara að fengi 2 sem hafa verið með autt spjald, annars þetta svona 3 atriði upp í 10 atriði kannski, en við mælum alveg svona tæp 50 atriði í þessu prófi og stundum einsaga vinkonu minn til dæmis að hún var nú ekki með mikið óþól, það var eitt var gulrætur, hún hafi verið að borða mikið af gulrótum, búin að vera miklu átaki, en einhvern veginn alltaf bjúð og með svona eins og lítil svona kýla og svona kinnin eða hökun einhvern veginn og var ekki alveg að skilja þetta og svo kemur í ljós og hún með svona mikið óþól, alveg dökk lita, það kemur svona í mismunandi bláum litum hvað mikið óþól. Já. Og það var dökkblátt hjá henni, hjá gulrótum og hún tók það út og bara 5 dögum þá bara fóru þessi kýli og hún bara vökvasöfn og það bara þetta fór í burtu 1 fyrir 10 og þetta var bara eitthvað meinholt. Já, ég þetta getur verið gúrka eða möndlur þetta þarf ekki alltaf að vera þetta óholla. Nei, þú getur svona það bara óþól eða bara fyrir öllu í rauninni. Já.
eins og það kannski seint sagt að mjólk sé óholl en það eru mjög margir sem hafa óþol fyrir því og annað slíkt í rauninni sko. Og þetta ertu með á Austurveginum? Já, Austurveginum og svo ég náttúrulega með þerapíu hlutan að NLP tek líka í þannig viðtölu fólk vil bara ræða bara hvað sem Já. Og eins höfubjörn spjaldtryggs meðferð reyndar að læra en að mennta mig því ég ekki búin að klára en þetta nýtist allt saman í heildræna meðferð ef einhver vill fara að vinna djúpt með sig og veit ekki hvernig ég á svona einhvern veginn að koma að því en mér finnst bara svo mikilvægt líka sko þessi andlega líðan, hvernig líður okkur, hvernig samskiptin okkar, þetta alltaf að virka eins og það á að virka. Akkurat. Samskiptin við börnin okkar góð, þetta hefur alltaf að segja líka með streita ástand og hvernig við vinnum úr fæðu og þetta einhvern veginn spilar allt saman, hugur, líkam og sál. Já, ég skildi. Og svona bara fínt að laga pirringin bara til dæmis með þessu, með réttri fæðu. Já, omega 3 til dæmis getur bara lagað fullt. ADHD, kvíða og ímislega sem fólk getur bætt með bara taka inn einföld fæðubóta efni. Akkurat. En maður staðhæfir aldrei, maður þarf alltaf að fara að valja samt ég á móti öllum öfugum samt sem aður. Já, ég fatt að þig. Og já, svona rétt áður en ég sleppi þér, lifandi hús, fullt að gerast þar. Allt að gerast þar. Já, nóg af námskeiðum og allskyns líkansrækt í boði fyrir utan náttúrulega næringar þeirra píuna. Komum með svona dansport í lið með ykkur á netinu, hvar finnum maður? Það er bara www.lifandihus.is og það er stundatabla og símanir okkar og svona upplýsingur flest námskeið, ekki alveg öll en að gera bara hringja ef það er eitthvað og svo ég svolítið spennt að kynna vel þjálfun og næringhópurum minn, það eru hópur af konum sem eru að stíga út úr veikindum kannski mjög slæma vefjagigt og annað mikið verkjar og þetta eru hetjurnar mín að hann mæta 3 viku hvernig sem að þeim líður og eins sérstaklega á systir mín hún Lilja og hún búin að losna við held ég rúm 50 kíló á 2 árum með lífstílsbreytingu og var mjög verkjuð þegar hún byrjaði og það er svo gaman að sjá munin á hún, þetta er allt annað líf fyrir hana þannig að bara byrja og þóra að leita sér aðstoðar og taka skrefin með fagfólki. Akkurat. Látum þetta vera loka orðin hjá þér í dag. Takk kærlega fyrir spjallið og hlustendur, ég að hugsa að opna fyrir síman ekki alveg strax en eftir nokkrar mínútur þá ætla ég að opna fyrir síman og ég að gefa eins og eitt stykki svona óþólspróf. Eygló ætlar að fara að spyrja ykkur spurninga og bara hafa gaman, er það ekki? Það er nauðsynlegt. Já, það er nauðsynlegt og þetta er mjög gaman að taka þátt í þessu öllu saman en fáum okkur skilaboð og svo opna ég fyrir síman eftir smástund.